Vopnahlé loksins í höfn á Gaza en það tekur líklega gildi á morgun. Öllum gíslum verður sleppt úr haldi og Ísraelsher hörfar. Mikil fagnaðarlæti brutust út á Gaza í morgun. Við getum loksins horft til framtíðar, segir utanríkisráðherra Palestínu sem stödd á Íslandi. Hún og fleiri ráðamenn fagna samkomulaginu en líklega er það aðeins fyrsta skrefið á langri leið til friðar. Ferðaþjónustunni hafa verið kynntar hugmyndir aukin gjöld á sama tíma og fjármálaráðherra segir óveðurský yfir greininni. Það er óskiljanlegt að ætla að rukka inn á ferðamannastaði ofan á bílastæðagjöld, segir talsmaður ferðaþjónustunnar. Bændur eru að jafna sig eftir blauta tusku í andliti frá stjórnvöldum, sagði mjólkurbóndi á degi íslensks landbúnaðar. Ný lög varnir gegn riðu voru samþykkt einróma á Alþingi í dag. Ungverski rithöfundurinn Laszlo Krasna-Horkai hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels í ár. Íslenskur aðdáandi hefur veðjað við vini sína að hann hljóti verðlaunin undanfarin 5 ár. Komiði sæl. Palestínumenn og Ísraelsmenn anda léttar og fagna langþráðu vopnahléi sem samið var í gærkvöld. Mikil fagnaðarlæti brutust út á Gaza. Þau stóðu fram á nótt og langt fram eftir degi í dag. Vopnahlé hefur ekki tekið gildi en gert ráð fyrir að það verði fljótlega í síðasta lagi á morgun. اليوم احنا تلقينا خبر وقف اطلاق النار يعني خلاص الحرب هتوقف شلال الدم هيوقف فرحة عارمة شعور لا يوصف قد ما بدي اوصف لك مش هعبر لك عن الشعور الجواني. اليوم احنا فرحة عارمة يعني تعم كل شعب فلسطيني بخص اهل غزة على فرحتنا على يهودنا وقف اطلاق النار وان شاء الله يا رب ربنا يكمل فرحتنا على خير وان شاء الله تكون يا رب هيك وقف اطلاق النار للابد ما يرجعش ثاني الحرب ونعيش بسلام وبامان. Ísraelsmenn fögnuðu einnig því samþykkt var að öllum gíslum yrði sleppt en þeir hafa verið í haldi Hamas í rúm 2 ár. Þúsundir komu saman í Jerúsalem. We can't wait for the hostages to come here. We are so excited this morning. We cried all morning. It's been 2 years that we are in horror, and that's a great day. I'm all shaking and get ready for them. Please come home now. We woke up to a very hopeful morning, happy morning. We hope all the hostages to come back as soon as possible. We thank President Trump and our brave soldiers. Íbúar í Jerúsalem þakka Trump Bandaríkjaforseta en vopnahléssamkomulagið byggir á tillögum Bandaríkjastjórnar sem kynntar voru í síðustu viku. Ísraelar hafa þegar samþykkt að draga herlið sitt til baka að gulu línunni en herinn stýrir því áfram allri umferð til og frá Gaza. Samkomulagið felur líka í sér að öllum gíslum verði sleppt. Ísraelar segja að enn séu 48 í haldi Hamas, talið er að 20 þeirra séu enn á lífi. Palestínumönnum í haldi Ísraela verður líka sleppt en óvíst hversu mörgum. Þjóðarleiðtogar allan heim hafa í dag fagnað því að samkomulag sé í höfn. We ended the war in Gaza and really on a much bigger basis created peace. And I think it's going to be a lasting peace, hopefully an everlasting peace. Peace in the Middle East. This will come as a profound relief for the hostages and their families and the civilian population in Gaza, and for the whole world. And we will now work with our partners to ensure that this deal is implemented in full and without delay. We have all waited far too long for this moment. Now we must make it truly count. For Israelis and Palestinians alike, this deal offers a glimmer of relief. And that glimmer must become the dawn of peace, the beginning of the end of this devastating war. Bjarni Pétur, það allir mjög bjartsýnir á að þetta skili árangri. Já, ástæða til? Já, ég held að það sé ástæða til en að þetta svona
allavega þetta dugi til þess að tryggja árásum linni og það nú það mikilvægasta allavega svona nú til skemmri tíma og ég held að það sé nú það gefi fólki mikið sem hefur fylgst með þessum hryllingi lengi að sjá þessar myndir eins og í upphafi fréttatímans þar sem að fólk að fagna þessu af því að það alveg tilefni til þess en svo líka rétt að ítreka það að þetta bara vopnahléssamkomulag og vopnahlés sem eru ekki eins og tekið gildi. Þetta ekki friðarsamkomulag. Þar eru öll erfiðustu úrlausnarefnin sem að verður auðvitað mjög flókið að finna úr og þar á meðal Ísraelsher til dæmis áfram með þessa viðveru á Gaza að halda ennþá eftir helmingnum af þessu litla landsvæði og stýra því þar af leiðandi hvað fer þaðan inn og út, hver og hverjir, hvaða hjálpargögn berast til fólks og svo framvegis. Þannig að það kannski engin sérstök ástæða til mikillar bjartsýni ef við horfum til lengri tíma. Og Ísraelar héldu áfram árásum í dag á Gaza og langt fram eftir degi á meðan að þjóðaröryggisráð Ísraels var að greiða atkvæði vopnahlésskilmálana og svo var ríkisstjórn Ísraels bara ljúka sínum fundi núna rétt í þessu og við höfum ekki ennþá fengið fregnir af því hvort að þau féllust á þessa skilmála eða ekki. Það auðvitað mjög mikilvægt en svona síðan kannski með þessar sprengingar þarna langt fram eftir degi það sýnir kannski friðarviljan að það sé sprengt alveg þar til að vopnahlið á að taka gildi. En við sáum áðan að Trump Bandaríkjaforseti hann mjög bjartsýnn friði með Austurlöndum og hann sjálfur á leiðinni til Jerúsalem. Já, hann ætlar þangað líklega á sunnudaginn og það auðvitað engin tilviljun af því að þá líklegast að gíslarnir sem hafa verið í haldi Hamas í þessi rétt rúmu 2 ára, þeim sleppt úr haldi og hann ætlar auðvitað að taka á móti þeim. Hann hefur og eðlilega eigna sér að stórum hluta þetta friðarsamkomulag af því að Bandaríkjastjórn lagði auðvitað til þessa 20 punkta í þessari vegferð og hann hefur nú sagt það líka að hann nú skilið fyrir þetta friðarverðlaun Nóbels að verður tilkynnt þann verðlaun að hafa á morgun og svo nú svona síðan þaðan fer hann líklega til Egyptaland þar sem að þessar friðarviðræður hafa verið núna síðustu daga sem að Katarar, Tyrkir og Egyptar hafa leitt og þar verður væntanlega skrifað undir og þá svona skýrist það betur hvað þeim tókst að koma sér saman. Við fylgjumst að sjálfsögðu með því en svo heitir svo vel á að þegar samið var vopnahlé að þá var utanríkisráðherra Palestínu stödd hér á landi. Já, Þorgerður Katrín utanríkisráðherra bauð henni hingað eftir að þær hittust á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í september og hún verður svo líka á friðarráðstefnunni í Höfða á morgun og hún sagði þetta fagnaðarefni og það væri tilefni til bjartsýni. Today is a great day for Palestinians. At least this aggression on Gaza, we believe, will be stopping and the people in Gaza can look for a better future. Og hún eins og við heyrum, hún fagnar þessu en segir að það séu margar hindranir í veginum og þar á meðal bara sú staðreynd að yfirvöld í Palestínu, ríkisstjórn Palestínu hefur enga aðkomu að þessum viðræðum. Þetta bara á milli Hamas og Ísraels og þannig að það nú og á þetta bara við Gaza en ekki Vesturbakkann. Þannig að það nú kannski eðlilegt að ef við erum að horfa til friðar á þessu svæði til lengri tíma að yfirvöld í Palestínu hafi nú eitthvað það að segja hvort að það verði friður þar eða ekki ef friður í Palestínu markmið. Já. Yes, and that's the issue that we need to air out. The details would come. The details would entail looking at Palestine as one entity. When we say agreement on anything that deals with Palestine, it means the Gaza Strip, the West Bank and East Jerusalem, because that comprises the occupied state of Palestine today. And any agreement that would look forward towards peace and a sustainable peace can only be sustained if these areas are looked upon as one entity. So we need to embark on something that includes the whole areas. In terms of the Palestinian Authority, of course, for me as a Palestinian, it's very natural that the one entity that has the political and the administrative mandate on the entirety
of the occupied state of Palestine is the PLO and its armed Palestinian Authority. So as such, it would be a natural development. So we need to go into more details on how that can start as early on as possible so that we can start looking at the whole area as one. Nú lengra viðtal við utanríkisráðherra Palestínu verður sýnt á eftir í Kastljósi að loknum fréttum íþróttum og veðri. En forsætis- og utanríkisráðherra ræddu við fréttamenn að loknum fundi þeirra með Aga Bekian í stjórnarráðinu í hádeginu. Þær voru vonum spurðar tíðindin af vopnahléssamkomulaginu og það gætti bjartsýni en þær lýstu líka áhyggjum af þróun mála. Þetta auðvitað mjög stór áfangi og það hefur öll heimsbyggðin fylgst með núna með öndina í hálsunum að sjá hvort að það væri hægt að klára þessa samninga. Þar auðvitað kemur Bandaríkjaforseti að en líka löndin á svæðinu í kringum Ísrael og Palestínu sem skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli. Ég held að við verðum að leyfa okkur að vera bjartsýn. Ég held að Palestínumenn og líka Ísraelsmenn sem vilja frið vilji að heimsbyggðin sé bjartsýn. Við höfum rætt að einhverju leyti, ég hef líka sagt það áður, að horfandi upp á það hvernig alþjóðasamfélagið hefur núna síðustu 2 árum verið að bregðast við að ekki beint gjaldþrot en það hefur brugðist því samfélagi sem er núna á Gaza og ég hef líka verulegar áhyggjur, bara þannig ég dragi líka fram að eins leið og ég fagna samkomulagi núna á Gaza, þá hef ég áhyggjur af því hvernig landtöku fólk á Vesturbakkanum er að haga sér. Hjálmtýr Heiðdal, formaður félagsins Ísland-Palestína. Hver eru ykkar viðbrögð við tíðindum dagsins og næturinnar? Já, við erum hólega bjartsýnir. Það er vegna þess að þessi samningar eru gerðir þannig að annar aðilinn hefur enga aðkomu að þeim eins og það hefur komið og það eru svo mörg óvissu atriði og þó að þetta fyrsta skref hafi núna verið stigið, þó ekki að öllu leyti vegna þess að Ísrael heldur áfram að sprengja, að þá eru svo margir óvissu þættir eftir og þar sem við erum að eiga við Ísrael, þeim er ekki að treysta. Þeir hafa studdað sitt þjóðarmorð í þessi 2 ár og reyndar lengur. Þess vegna er staða svo að það er gott að það er tekið eitt skref núna sem að linar þjáningar palestínumanna, en hversu lengi það verður og hvert framhaldi verður, það er ekki gott að segja þegar það er við að eiga slíka þjóða eins og Ísraelar eru núna hervættir og eru í hefndaraðgerð. En Hjálmtýr, þjóðarleiðtogar allan heim, þeir fagna þessu skrefi. Finnst þér það ótímabært? Ég held það sé nú ótímabært því miður og ég held líka að þeir verða að horfa í eigin barm vegna þess að ástandið eins og það er í dag. Það er vegna þess að alþjóðasamfélagið hefur látið Ísrael komast upp með í 78 ár, komast upp með það sem þeir eru að gera núna. Þetta hefur aldrei reyndar verið eins slæmt og núna, en þetta er búið að ganga á í áratugi. Það er búið að ræna land í Palestínumanna, það er búið að drepa þá í 20.000 eða ekki 100.000 tali og þess vegna held ég að fagnaður sé ekki tímabær og sérstaklega ekki þeim aðilum sem hafa svikið Palestínu þjóðina í gegnum það hafa aldrei stuggað hendi við Ísrael. Einmitt það, Hjálmtýr Heiðdal, formaður félagsins Ísland-Palestína. Þakka kærlega fyrir að vera hérna með okkur í fréttatímanum. Takk. Nú Bjarni Pétur, áður en við klárum þetta, tónlistakonan Magga Stína sem var handtekin af ísraelska hernum í gær. Já, er hún ennþá í Ísrael? Vitum við það? Já, hún er enn í Ísrael og hún er enn í fangelsi en við vitum til þess að einhverjum af félögum hennar hefur verið sleppt. Hún var handtekin ásamt nokkrum félögum sínum úr frelsisflotanum svokallaða sem ætlaðu að sigla með hjálpargögn til Gaza en komust ekki alveg að ströndinni og við vitum til þess að finnska sendiráðið í Tel Aviv er henni innan handar og kemur upplýsingum til aðstandenda hér og við fengum staðfest frá þeim bara núna réttur í fréttir að það sé í lagi með hana en hún er enn í fangelsi. Nákvæmlega. Bjarni Pétur Jónsson, takk kærlega fyrir að fara yfir þetta allt saman með okkur og við ætlum að láta þessar umfjöllun lokið í bili og höldum áfram með fréttatíman. Fjármálaráðherra lýsir að óveðurský sé yfir ferðaþjónustuna á sama tíma og stjórnvöld kynna hugmyndir sínar aðgangspassa á helstu ferðamannastaði landsins. Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustuna segir óskiljanlegt að ríkið ætla að rukka inn á helstu staði meðan fólk sé þegar rukkað bílastæðagjöld á langflestum ferðamannastöðum.
Atvinnuvegaráðherra boðaði ferðaþjónustuna á fundi í vikunni þar sem kynntar voru hugmyndir náttúru og innviðagjald, en ráðherrann hefur boðað frumvarp þess efnis í næsta mánuði. Óljóst hvert aðgangsgjaldið verður, en það leggst á alla sem ætla að heimsækja ferðamannastaði landsins. Það þarf ekki annað en að horfa til ástandsins í alþjóðaviðskiptum og svona óvissunar framundan til þess að átta sig á því að þetta ekki skynsamlegu tími til þess að vera að hækka skatta á helstu útflutningsatvinnugrein þjóðarinnar. Áformað að hefja gjaldtöku á 10 til 15 ferðamannastöðum á landinu og staðir á borð við Gullfoss og Geysi og þjóðgarðalandsins, auk fleiri staða, eru líklegir til að falla þar undir. Fjármálaráðherra var á Alþingi í dag spurður út í stöðu ferðaþjónustunnar, meðal annars með tilliti til heimsmála og falls play og áformum auknar álögur. Varðandi ferðaþjónustuna sérstaklega, að þá tek ég undir að það eru óveðurský í kringum hana. Ríkisstjórnin hefur verið að vinna að tillögum í sátt og samtali við ferðaþjónustuna breytingu á gjaldtöku af ferðamönnum. Bílastæðagjöld eru á flestum ferðamannastöðum eða 50 sem flestir eru á Suður- og Vesturlandi. Jóhannes Þór segir að fella verði út einhver gjöld á móti ef rukka eigi náttúrugjald, gistináttaskatt eða bílastæðagjöld, gjöld sem öll eigi að nýtast í til dæmis uppbyggingu ferðamannastaða. Þetta getur orðið töluverð upphæð ef þetta bætist hvert ofan á annað, en ég minni á sínum tíma þegar verið var að ræða svokallaða náttúrupassa hérna í kringum 2014. Þá var það sett út af borðinu og í staðinn komu þá inn bílastæðagjöld til þess að standa straum af kostnaði við rekstur til dæmis þjóðgarða. En ef ég á sig alveg svo þá væri náttúrulega skynsamlegast bara að setja þessi áform ofan í skúffu og geyma þau. Franskur dómstóll hefur stingt dóm yfir manni sem sakfelldur var fyrir að nauðga Giselle Pelicot í samráði við eiginmann hennar úr 9 ára fangelsi í 10. Maðurinn Houssam Metin Dougan var einn ríflega 50 sakfelldra manna í málinu sem skók franskt samfélag, en hann var svo eini sem áfrýjaði. Dougan hélt fram sakleysi sínu þrátt fyrir að til væri myndefni af honum að nauðga Pelicot hreyfingarlausi eftir að eiginmaður hennar, Dominic, hafði byrlað henni ólyfjan eins og hann hafði gert ótal sinnum árabil. Dougan sagðist hafi verið fórnarlamb Dominic í málinu. Hann hefði ekki vitað að Giselle hefði verið byrlað gegn vilja hennar. Alþingi samþykkti samhljóða í dag ný lög varnir gegn riðuveiki og öðrum dýrasjúkdómum. Bændur komu einnig saman á Hótel Borgarnesi á degi íslensks landbúnaðar. Það var mjög ánægjulegt í þinginu í morgun að þá var allir á græna takkanum. Nýju lögin staðfesta að ekki þarf að skera niður sauðfé með verndandi arfgerðir vart verður við riðu. Þórarinn segir lögin mikilvæg, ekki síst vegna nýlegra frétta af riðusmiti í Skagafirði. Baráttunum við riðuna, hún ekkert búin. Þetta bara gott skref í því að takast á við þannan fjanda sem hefur verið búin að glíma við síðan 1878. Forysta bændasamtakana fagnaði nýju lögunum, en það var engu að síður ákveðin skuggi yfir degi landbúnaðarins þetta árið. Við erum svona að jafna okkur eftir tiltölulega blauta tusku í andlitið sem við fengum frá stjórnvöldum. Frumvarp atvinnuvegaráðherra í samráðsgátt á að herða samkeppniskröfur til kjötafurðastöðva. En það sem kom mér óvart var það að vera að taka mjólkina inn. Að ég skil engan veginn hvers vegna verið að reyna að hræra í þeim potti og brjóta upp það góða kerfi sem að þar hefur verið í lýði. Ef það á að taka 20 ára gamalt kerfi sem hefur bara virkað, verð ég að segja ágætlega og kollvarpa því. Og ekki hef ég orðið vör við að þetta sé að ósk bænda. Þórarinn gagnrýnir skort á samtalið við bændaforystuna en bendir á að málið sé enn í samráði. Þó málið hafi komið bændasamtökunum í opna skjöldu, segir formaðurinn samtal í gangi. Ráðherra hefur alveg opnað fyrir okkur dyrnar og hleypt okkur í samtal og við, bæði við sig og sitt ráðuneyti og við erum bara að fara að vinna í þessu máli fullri festu með að verja okkar hagsmuni. Atvinnuvegaráðherra hefur sagt breytingunum ætlað að styrkja stöðu bænda og neytenda. Trausti telur að hagsmunir bænda og framleiðslufyrirtækjanna fari saman. Það er náttúrulega órjúvanlegur hluti af starfi bóndans að það séu afurðastöðvar sem vinna úr þeirra vörum og þeirra framleiðslu. Og allt sem styrkir afurðafyrirtæki okkar bænda, styrkir bænduna, það segir sig alveg sjálft. Finnst ykkur þið hafa stuðning stjórnvalda? Já, ég ætla bara að trúa því að við höfum hann.
Þörf á auknu samstarfi milli stofnana sem vinna með börnum til þess að hægt sé að grípa fyrr inn í hjá þeim sem standa höllum fæti. Í Hafnarfirði undirrituðu bæjaryfirvöld, lögregla og fulltrúar skóla og heilsugæslu samstarfssamning í dag. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu segir að snemmtæk íhlutun skipti sköpum og fulltrúar í ungmennaráði taka undir. Það felst í því raun og veru loforð að standa með börnunum í samfélaginu okkar, loforð að vinna þeirra farsæld og velferð, þannig að allir aðilar taka sér saman eins og við vorum að gera hér í dag. Þá erum við svo sannlega að sýna það að við ætlum svo sannlega að vinna vel að þessari farsæld barna sem skiptir svo miklu máli í samfélaginu okkar. Það er auðvitað það sem skiptir rosalega miklu máli. Það er auðvitað svona snemmtæk íhlutun, að stíga fyrr inn í málefnin hjá börnum viðkvæmri stöðu og geta tekið betur utan um þau. Og þá svona með heildstæðum hætti. Þess vegna eru svo margir aðilar hérna sem eru saman komnir í dag og þetta skiptir bara mjög miklu máli. Það er mjög mikilvægt að tilkynna til bæjar eða einmitt lögreglu svo að þau halda utan og þau sjá kannski hvort það sé einmitt einhverjir mynstur og hvort það sé eitthvað algengt að gerast, hvort það geta gert eitthvað í málunni. Ungverski rithöfundurinn Laszlo Krasznahorkai hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels í ár. Íslenskur rithöfundur sem heldur mikið upp á Krasznahorkai segir að hann teymi lesandan áfram eins og hund sem sé bæði yfirþyrmandi og spennandi. The Nobel Prize in Literature for 2025 is awarded to the Hungarian author Laszlo Krasznahorkai for his compelling and visionary oeuvre. Krasznahorkai fæddur árið 1954 í Ungverjalandi. Snemma á ferlinum lagði leynilögregla hald á vegabréf hans og í lengri tíma komst hann ekki úr landi. Hann hefur verið afkastamikill og sent frá sér 9 skáldsögur, 2 smásagnasöfn og 5 nóvelur og hefur ein þeirra, Síðasti úlfurinn, verið þýdd á íslensku. Þá hafa 6 bækur hans verið aðlagaðar að hvíta tjaldinu. Krasznahorkai hefur fengið fjölda verðlauna, þar á meðal Booker-verðlaunin árið 2015. Hann skrifar í löngum setningum, notar sjaldan punkt. Hann vil meina að komman sé svona ónáttúrulegur tálmi á milli setninga og Guð einn eigi rétt á að nota punkt, sem svona, þannig að lesa hann svolítið eins og að vera teymdur áfram eins og hundur eða eitthvað líka, sem getur verið yfirþyrmandi en líka gríðarlega spennandi. Það er ákveðin heimsendastemming í Laszlo Krasznahorkai. Sérstaklega í fyrstu 2 bókunum sem ég vil meina að séu hans bestu bækur, sem voru skrifaðar áður en að hjá tjaldið féll, og það er svona þrúgandi andrúmsloft í þessu. Persónurnar er alltaf að barmi ykkur uppljómunar eða geðveilu, og það er alltaf eitthvað í aðsig, það er alltaf eitthvað svona yfirvofandi stórhörmungar sem ekki nefndar á nafn, sem náttúrulega bara ágætlega viðeigandi fyrir okkar tíma. Brynjólfur segir ekki hafa komið á óvart að Krasznahorkai hljóti verðlaunin. Hann sé einn af stærstu höfundum heimsbókmenntana og því vel að þeim komin. Hann er eins og ég segi, einn af helstu rithöfundum heimsins, og ég hef verið í vinahóp sem við veðjum alltaf á hver er að fara að vinna þessi verðlaun, og ég veðjaði á Laszlo Krasznahorkai núna 5 ára röð. Þannig að loksins vann ég. Ég vann kökusneið á Jómfrúnni. Við hittumst alltaf á Jómfrúnni eftir Nóbelinn og fögnum nýjum verðlaunahafa. Þannig að nú eru 5 ár, þú ert alltaf búin að giska á sama mannin, hann loksins vann. Já. Hvernig verður það næsta ári? Næsta ætla ég að giska á, ef ekki bara giska á sjón. Nei, ég segi svona, ég veit það ekki. Sá sjaldséði atburður varð í Atacama eyðimörkinni í Chile á dögunum að þar uxu blóm. Þetta gerðist eftir óvenjumikla rigningum. Fræ yfir 200 blómategunda má finna í eyðimörkinni allt árið og bíða þau þess að fari að rigna. Margir hafa lagt leið sína þangað síðustu daga til að sjá blómin. El desierto de Atacama, como bien comentamos hace un momento, es el desierto más seco del mundo. Y eso en particular hace que el desierto florido chileno sea único en el mundo. Como bien te digo, como es el más seco del mundo, al haber un evento de lluvias esporádicas como esta, hace que realmente sea un evento único en el mundo.
Og Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Það eru auðvitað máluna sem eru vopnahlið á Gaza. Við ætlum að spila allt viðtalið sem Birta Björnsdóttir tók við utanríkisráðherra Palestínu í morgun. Sáum brot á því í fréttum núna áðan, en svo förum við allt aðra átt og ætlum að tala við íslenska stúlku sem keppir í baksturskeppninni Den Store Bagedyst sem í danska sjónvarpinu. Frábært, ég er fjölbreytt. Takk fyrir það, Bergsteinn. Og við ætlum að líta til veðurs. Það er suðvestan 5-13 metrar á sekúndu og allvíða skúrir á morgun en samfelld rigning og súld sunnanlands og eftir hádegi. Úrkomu minna kvöldið og hiti verður yfirleitt á bilinu 5-10 stig. En það verður nánar fjallar veðrið að loknum íþróttafréttum. Við heyrum hljóðið í Arnari Gunnlaugsssyni, landsliðsþjálfara Íslands í fótbolta fyrir leikinn mikilvæga gegn Úkraínu í undankeppni HM. Við sjáum öll mörk Breiðabliks í Evrópukeppni kvenna í fótbolta og sjáum íslenskar landsliðskonur í meistaradeild Evrópu í fótbolta. Þetta og meira til í íþróttum hér rétt handa við hornið. Og áður við kveðjum ykkur ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Vopnahlé loksins í höfn á Gaza en það tekur líklega gildi á morgun. Öllum gíslum verður sleppt úr haldi og Ísraelsher hörfar. Mikil fagnaðarlæti brutust út á Gaza í morgun. Við getum loksins horft til framtíðar, segir utanríkisráðherra Palestínu sem stödd á Íslandi. Hún og fleiri ráðamenn fagna samkomulaginu en líklega er það aðeins fyrsta skrefið á langri leið til friðar. Ferðaþjónustunni hafa verið kynntar hugmyndir aukin gjöld á sama tíma og fjármálaráðherra, segir óveðurský yfir greininni. Það er óskiljanlegt að ætla að rukka inn á ferðamannastaði ofan á bílastæðagjöld, segir talsmaður ferðaþjónustunnar. Bændur eru að jafna sig eftir blauta tusku í andliti frá stjórnvöldum, sagði mjólkurbóndi á degi íslensks landbúnaðar. Ný lög varnir gegn riðu voru samþykkt einróma á Alþingi í dag. Ungverski rithöfundurinn Laszlo Krasna-Horkai hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels í ár. Íslenskur aðdáandi hefur veðjað við vini sína að hann hljóti verðlaunin undanfarin 5 ár. Þessum fréttatíma er að ljúka og næst eru það fréttir af íþróttum og veðri og svo er það Kastljós. Næsti fréttatími er í útvarpinu klukkan 10 í kvöld en nýjustu fréttir má finna í jafnóðum innan ruv.is. En við á fréttastofunni við ætlum að segja þetta gott í bili. Verið þið sæl.